En við byrjum á dómsmálaráðherra Birni Bjarnasyni, hann hrestur hérna hjá mér. Björn, það sem aðalegur í umræðinu núna ræða Davíðs Oddssonar síðan í gær. Hvað veit Davíð sem að þjóðin má ekki vita og veist þú það? Nei, ég veit ekki. Ég las nú þessa ræðu, ég var ekki á fundinum þannig að ég las hana þessa ræðu í gær og hún náttúrulega eins og Davíðs von að vísa vel uppbyggð ræða. Hún skilur eftir ákveðna spurningar en hann segir líka í ræðuna að hann ætla að svara þeim síðar þannig að ég verði að bíða eins og aðrir eftir því að hann svari þessum spurningum. Og hann segir líka í ræðuna vísu að hann telja að þurfa að upplýsa meira þannig að ég vænti þess að hann geri þetta sem fyrst að upplýsa okkur það hvað hann á við með þessum orðum sem hann núna velta fyrir sér. Annars finnst mér þetta nú svona frekar söguleg viðfangsefni heldur en eitthvað sem við erum að fást við núna sem við þurfum að taka á núna ekki það sem hann að fjalla þessari ræðu. Hann að skýra út hvernig málinn fara við sér. Þegar hann segir að íslenska þjóðin fá ekki að vita neitt. Það hlýtur þó að vera að krafa þjóðarinnar að fá að vita þetta sem hann að tala að hún fá ekki að vita. Það ekki einhverja sögulega staðreyndir, það eitthvað sem við viljum vita. Já, það eitthvað sem hefur gerst. Hann að tala eitthvað sem hefur gerst sem þjóðin þarf að vita, eitthvað atburður sem gerðist í liðinni tíð. Já, þjóðin þurfa að vita það núna. Já, hann hlýtur að gera grein fyrir því. Og þú sem ráðherra í ríkisstjórninni veist þetta ekki? Ekki það sem hann að hugsa, nei. Hann segist vita af hverju hryðjuverkalögin voru sett. Veist þú það? Já, það kom fram skýring hérna í fréttunum hjá okkur áðan að það tengdist hugsanlega þessum vangaveltum að það hefur verið fluttir peningar frá Bretlandi hingað til lands. Hafðið þú heyrt þetta áður? Já, þetta hefur komið fram áður. Þetta ekkert nýtt. Þetta hefur verið í fréttum áður. Voru hryðjuverkalögin sett út af þessu? Nei, það veit ég ekki en það eru vangaveltur það. Og ekki alla líkur á því? Ég veit það ekki, ég þekki það ekki. Bretar tóku þessa ákvörðun. Það er náttúrulega helst að leita. Til að það var rætt að inn í ríkisstjórninni hvers vegna sér hryðjuverkalög voru sett? Jú, það hefur verið rætt en við höfum ekki svörum við því að Bretar tóku þessa ákvörðun. En hver ykkar svona ályktun? Okkar ályktun svo fyrst og fremst að Bretar hafi gengið allt og langt og þeir hafi ekki haft neina forsendur til að taka þessa ákvörðun. En hver ykkar ályktun þegar að þið veltiði fyrir ykkur hvers vegna sér hryðjuverkalög hafa verið sett og þeir eru búin að steka við erum þannig frekar rannsóknarblaðamenn sem ættu að svara þessum spurningum og menn ættu nú... Við höfum ekki sömu gögn á því? Þið hafi alveg sömu gögn og við það hvað fyrir bresku ríkisstjórninni vakti og það algjörlega rangt hjá ykkur að beina spurningum ákvarðanir bresku ríkisstjórninni til ráðherra á Íslandi því að ganga þá í Bretlandi og spurja þá í Bretlandi hvað vakti fyrir. Ég held að sé auðveldara fyrir þig og Árna Matthísson og Geir Haarde að fá símtal við Gordon Brown heldur mig. Ég hringi ekki í Gordon Brown, ég tala ekki við hann. Nei, það auðljóst að ráðherrar í ríkisstjórninni eiga greiðari aðgang að ráðamönnum í Bretlandi heldur en ég. Já, en rannsóknarblaðamenn í Bretlandi og annars staðar eiga greiðan aðgang að öllum svona upplýsingum að lokum í Bretlandi. Þannig að ég kvíði því ekki að þetta komi fram. En að lokum, við þurfum að fara að fá að vita þetta. Já, sjálfsögðu, ég myndi mjög gjarna vilja vita það líka. Ég myndi vilja vita það hvað vakti fyrir Bretum og hvers vegna þið tóku þess ákvörðun. Ég hef talað þannig að þeir hafi gefið okkur beitt hnefavaldi gagnvart Íslandi og ég hef enga skýring á því hvers vegna þið tóku þess ákvörðun. Mér finnst hún röng og mér finnst hún hafa verið allt og ofsafengin. Davíð talar þetta í ræðinu sinni líka í gær að bankastjórnin Seðlabankans hafa átt allmarga fundi með ráðherrum og embættismönnum til að lýsa þungum áhyggjum sínum. Þar með talið mörgum fundum með báðum formönnum stjórnarflokkana ýmsum öðrum ráðherrum og embættismönnum. Varst þú einn af þessum ráðherrum? Nei. Þetta mál heyrir ekki undir mig. Veistu hvaða ráðherra er þetta? Nei, ég veit það ekki. Þú veist ekki hvaða ráðherra er sem hafa ekki hlustað á þessu orð? Nei, ég veit það ekki, nei. Og þú veist heldur ekki hvers vegna bankamálaráðherra þjóðarinnar var ekki boðaður á fundi? Nei, það held ég að sé nú verkaskipting innan viðkomandi stjórnmálaflokks hvaða ráðherra sitja svona fundi. Það hefur aldrei komið til álita að dóms- og kirkjumálaráðherra sæti svona fundi. Þú lendir í því í dag að það var kastað eggjum í bílinn. Já, ekki fann ég nú fyrir því. Það var blessaður bílinn og það var vestur í bílstjóran að hreinsa egg. Það mjög erfitt. En bara á því að það hefur gerst þá sérðu að reiði almennings er orðið mikil. Er það ekki verkefni nr. 1 hjá ykkur í stjórninni núna að upplýsa almenning? Jú, þetta held ég að það sé verið að gera það eftir því sem menn vita. Ef ég hefði svör við þessu spurningu þínum hvað réð ákvörðun bresku ríkisstjórnarinnar, þá myndi ég segja það. Ég hef því miður ekki þau svör. Er það ekki skrítið að ríkisstjórn Íslands geti ekki fengið þær upplýsingar frá ríkisstjórn Bretlands hvers vegna það voru sett hryðjuverkalög á þjóðinni? Nei, ef ríkisstjórn Bretlands skammar sín fyrir það, að þá er ekkert víst og vilji skýra það. Þá er þetta bara söguleg staðurinn sem við stöndum frammi fyrir að gera. En krefjið þið hann ekki svar? Jú, það er verið að undirbúa líka málaferli
og það er verið að velta því fyrir sér að krefjast svara fyrir dómstólum þetta. Það er kannski eina leiðin til þess að reyna að fá skýringar á þessu. Fjármagnsflutningarnir, ekki nokkuð augljóst að þeir hafi átt sér stað? Já, segir að ég get ekki svarað þessu. Ég hef hins vegar sagt að fjármálaeftirlitið hér starfi fyrir of luktum dyrum. Það eigi að upplýsa meira. Og ég tek undir það sem Davíð Oddsson segir í ræðu sinni í gær varðandi bankaleyndina. Og ég hef sagt að bæði á fundi allsherjarnefndar og í fjölmiðlum að ég tel að menn sé að misnota hugtaki bankaleynd með því að telja að bankaleynd hvíli á einhverju sem hefur gerst og er kannski hluti af sögulegum staðreyndum sem hægt er að upplýsa. Ég lít þannig á að það eigi að upplýsa meira. Það eigi að raunar að breyta lögum fjármálaeftirlitið og skattrannsóknarstjóra að þeir upplýsi meira það hvað þeir eru að rannsaka þannig að það liggi betur fyrir. Það eigi ekki að vera þessi skil á milli þess sem fer fyrir dómstólan annars vegar, það sem allt gerist fyrir opnum tjöldum og hins vegar þess sem er afgreitt með stjórnsýslureglum hins vegar. Þetta er mín skoðun. Ég ætla að spyrja það því að í þessari ræðan segir hann líka af hverju er ekkert upplýst hvers vegna bankarnir hrundu, af hverju fær almenningur sem á að borga brúsun og svo brúsin engin smásmíði, engar gagnlegar upplýsingar. Þú ert búin að sitja hvern einasta fundi í ríkisstjórninni. Hefur þú ekkert af þessum gagnlegu upplýsingum sem talar bankaleynd hvílir jafngagvart okkur ráðherrunum og öllum öðrum. Það er ekki lagt fyrir okkur einhver skjöl sem hvílir bankaleynd yfir og ég tel... Lítur þú ekki svo á að Davíð sé að skora á stjórnvöld að segja eitthvað? Jú, hann er að skora, hann segir líka eins og ég segi, hann telur að hugtaki bankaleynd hafi verið misnotað. Ég tel það líka. Ég hef sagt að þurfti ekki að hlusta þessa ræðu hans til þess að hafa þá skoðun. Það er hægt að sjá það. Ég ræddi þetta við þingmenn í allsherjarnefnd Alþingis á þriðjudaginn í síðustu viku sem menn geta skoðað á netinu. Og ég heyrði ekki betur en að þingmenn væru sammála mér og þar hvatti ég til þess að þingið myndi breyta þessum reglum og breyta lögunum þannig að þessi leynd þyrfti ekki að hvíla yfir þessum hlutum og menn geti ekki skotið sér á bak við hugtaki bankaleynd endalaust og neitað að upplýsa hluti sem ég tel að ég liggja á borðinu. Fjármálaeftirlit og Seðlabankinn, finnst þér að saman þetta? Já, ég hef verið þeirra skoðunar og þetta var rætt í ríkisstjórninni á sínum tíma. Ég hef nú búin að vera ansi lengi í ríkisstjórn og þetta hefur verið rætt á þeim vettvangi. Það kemur fram líka í ræðu Davíðs að þú vilt vera að ræða þessa sögulegu atburði. Það kemur fram líka að þetta hafi verið ákveðin tísku bylgja á sínu tíma að aðskilja fjármálaeftirlit og Seðlabanka. Þessi bylgja náði hingað og þetta þótti skynsamlegt á þeim tíma. Finnst þið komið til greina að yfirmaður þessara sameinuðu stofnana verði Davíð Oddsson? Ég hef ekki tekið afstöðu þess hvort að vera einn yfirmaður að hvernig því verður háttað. Ég tel hins vegar að það sé ljóst að það hafi verið nauðsynlegt að hafa betri stjórntæki varðandi eftirlitið og framfylgdina og ég tel að það eigi að gera það með því að sameina þessar stofnanir og gera þetta öflugra. Ég verð að spyrja þig einu sinni vegna þess að þetta er fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra sem að talar hann í gær. Nú er ég engin ræðuskýrandi í þessu máli. En það er ekki verið að upplýsa almenningum eitt eða neitt. Hann er að senda skilaboð til ríkisstjórnarinnar. Hann er að segja við ykkur, þið verðið að fara að segja þjóðinni eitthvað. Ég held að sé nú að senda skilaboð til fleiri. Jú, en hann er líka að senda skilaboð til líka. Ég held að við höfum skipt frá öllu og ég hef talað mjög opinskátt um þetta. Ég hef komið í alla útvarps- og sjónvarpsþætti sem ég hef beðið um og sagt mínar skoðanir mjög hreinskilnislega og opinskátt. Ég er ekki bundin af neinum þeim trúnaði sem þeir menn eru bundin af sem er að fá upplýsingar undir þeim trúnaði að þessi bankaleynd. Ég tel að þessi búið að teygja það hugtak, að þessi verið að skjóta sér á bak við einhver hugtök í þessu sem menn eigi ekki að nota þegar þetta ástand er eins og það er orðið og þeir verið að tala um eitthvað í liðinni tíð. Þú ert að gagnrýna þín eigin ríkisstjórn? Ég er ekki að gagnrýna mína eigin ríkisstjórn, ég er að gagnrýna það fyrirkomulum sem ríkir auðvitað ber mönnum að fara að lögum. Ég tel að þessi lög sem heimila mönnum að tala í nafni bankaleyndar og neita að veita upplýsingar sem menn telja sig að hafa aðgang að ég er að telja að annarkvort eru þeir að teygja lögin of langt eða þá við þurfum að breyta lögunum. Þetta er ekki gagnrýni á ríkisstjórn. En talandi um lög, þú ert dómsmálaráðherra, Ragnar Hall, hæstaréttarlögmaður, segir að það hafi verið fram í stjórnarskrárbrot þegar ákveðið að megi færi dómsmála hendur bönkunum. Hann getur ekki ákveðið það Ragnar Hall. Það er Hæstiréttur á lokun sem hefur síðast hann getur ekkert sagt um það. Hvað liggur hann að baki? Þetta var fjallað í þinginu, í viðskiptanefnd þingsins og þeir kölluðu fyrir sérfræðinga og lögðu til að þetta væri... En af hverju má ekki fara í dómsmála hendur bönkunum? Já, það var talið, niðurstaða þingsins var svo að það væri rétt að skapa þetta svigrúm sem lögin gera ráð fyrir. Síðan deila menn það hvort að það sé í samræmi... En sér þú einhver ástæðu fyrir því af hverju það má ekki?
Nú tók ég ekki þátt þetta, ég flutti ekki frumvarpið, ég tók ekki þátt í þessum umræðum. Ég tel að þarna sé verið að gera það sem menn telja nauðsynlegt til þess að skapa ákveðna festu. Þá spyrir þið, finnst þér persónulega að það þurfi að vera þannig ákveðið? Ég tel að lögin hafi verið samþykkt og ég stóð að samþykkt lagana, þannig að ég gerði ekki ágreiningu um þetta efni. En það er ekkert nýtt að lögfræðingar deilum túlkun á lögum. En Ragnar á Hall getur eins og verið ekki ákveðið hvort að lögbrot í bága við stjórnarskrána ekki. Er það ekki fordæmislaust að ákveðnir menn séu gerðir friðhelgi fyrir lögum? Það er náttúrulega friðhelgi fyrir lögum, heimilið er friðhelt, það eru ýmislegt sem er friðhelt fyrir lögum. Við erum að tala um alltaf hluti. Nei, þú ert að segja hvort það sé fordæmislaust, það er alls ekki fordæmislaust að það sé skapa það svigrúm að menn geti sinnt störfum sínum í ákveðin tíma. Fólk hefur þann grundvallar rétt að fara í mál, nema nú má ekki fara í mál við bankana. Auðvitað má fara í mál og láta á þetta ákveði reyna hvort það standi stjórnarskrána. Ég meina að það er ekki sem bannar að mennum að fara í mál og segja þetta stendst ekki í stjórnarskrána. Er ekki svolítið sérstætt að það sé að setja þessu lög ef þú ert að segja að það er einn lögfræðingur sem kemur fram og þú gerir þetta einhverju stórmáli eftir að þingið er búið að samþykkja þetta. Mér finnst að þetta sé... Er þetta ekki stórmál? Nei, mér finnst þetta ekki stórmál, þetta er álitaefni. Þetta er ekkert stórmál og skiptir engum sköpum í þessu tilliti. Mér langar að spyrja um lánið frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Verður því kastað á bál til þess að halda uppi ákveðnu gengi á krónunni? Nei, því trúi ég nú ekki. Hverjum dytti það í hug að gera það? Hverjum dytti það í hug? Fólk óttast það. Já, það er nú bara... Verður þetta lán ekki nota til þess að bakka krónunni? Já, það er náttúrulega tilgangurinn sá að opna hér fyrir gjaldeyrisviðskipti og koma gjaldeyrisviðskiptunum í eðlilegt horf. Það er tilgangurinn með allir þessu samningum. Er þetta lán eingöngu til þess að það sé til gjaldeyrir til þess að borga út ef að fólk vil losa krónur, en þetta er ekki til þess að halda uppi ákveðnu gengi á krónunni? Krónan verður látið fljóta og ég er nú ekki hagfræðingur til þess að segja, þau sér að það eru einhverjir 3 hagfræðingar sem segja eitt og 4 sem segja annað og þetta er náttúrulega álitaefni. Ég er þeirra skoðunar almennt séð að það hefur verið nauðsynlegt að semja við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og það sé nauðsynlegt að skapa það svigrúm sem menn fá með því að taka þessa peningaláni. Langar að spyrja þér rétt að lokum að kom fram í fréttunum hjá Gráðun að þú skuldaðir 12.000 kall í íbúðinni. Já, ég hef bara aldrei heyrt þetta áður, ég veit ekki hvað er að finna þetta. Skuldar ekki neitt? Nei, ekki svo ég veit, ekki með neinu veði í íbúðinni, menn ég get skuldað. Heldur þú getur sett í spór fólks sem er núna lendið því að skulda miklu meira en íbúðinni? Ég er nú búin að gangi í gegnum það, skal ég segja þér, á minna æfa skulda og hef gengið í gegnum það og það hefur gengið upp ofan eins og gerist hjá mönnum sem er yngra árum heldur en ég, þannig að ég get svo sem sett mig í þau spór að þurfa að spara til þess að eiga fyrir skuldum en þótt ég sé komin yfir það stig núna þannig að... Þú ert búinn að borga 12.000 kallinn? Ég veit ekki einu sinni til þess að hverju ég skulda þetta. Þetta er rannsóknarblaða sem hægt er að stunda, komast að raunum að ég skuldi 12.000 krónur en þegar ég er að tala um að þegar ég að spyrja bresku ríkisstjórnina hvers vegna hún setur hryðjuverkalög á Ísland þá segir ég að þú átt að svara því. Nenni að láta mig hafa símanúmerið á þessum köllum? Ég hef það ekki, ég er ekkert að hringja í það. Er það virkilega svo að það er svo komið fyrir íslenskum blaðamönnum að það er að spyrja mig hvernig þeir eiga að hafa samband við breska ráðherra sem halda blaðamannafundnæsti í daglega? Mér finnst þetta ótrúlegt að heyra. Ég hafi auðveldar aðgang á þessum mönnum heldur en íslenski. Mér finnst þetta ótrúlegt, nei ekki ég er ekki, þessi menn halda blaðamannafundnæsti í daglega og það er alltaf hægt að nálgast á þeirra með blaðafulltrúa og bera það hér upp að þið getið ekki spurst fyrir þetta í London nefnir gegnum ráðherra eða ríkisstjórnina. Ég var blaðamaður í mörg ár, ég fór sjálfur á blaðamannafundi í Lancaster House og spurði þá í landhelgisdeilum og öðru slíku og það, ég þurfti enga aðstoð ráðherra til þess. Takk fyrir komuna Björn.